Það fer vel á því að síðasti leikurinn sem við sýnum núna leikurinn í Keflavík þar sem að KA-menn komu í heimsókn og það eru Keflvíkingar sem í gulum búningum, bláum buxum, nákvæmleins og KA-menn leika á heimavelli. En hins vegar eins og sjá má þá eru KA-menn í bláum búningum. Þetta Ormar Örlygsson sem kom frá Fram. Styrkti liðið gífurlega og hann var ekki sá eini sem kom inn í þetta lið hjá KA. Það voru svona nokkra lagfæringar hjá þeim og hér einn ungur leikmaður, Örn Viðar Arnarsson, hann skorar fyrsta markið í stöngina og inn framhjá Þorsteini Bjarnasyni. Þetta var svona hálf klúðusleg sókn hjá KA-mönnum en gekk upp engu að síður og það verður að segja að vörn Keflvíkinga var kannski ekki alveg nógu vel þarna á verði. En markið illverjanlegt og þetta mark kom strax á 10. mínútu. Reyndar voru KA-menn ekki jafn fljótir að skora og FH-ingar í Hafnarfirði. Þetta var lúmst skot eða fyrirgjöf. Það er nú allur gangur á því. Ormar Örlygsson skoraði með frægri fyrirgjöf á móti Val í fyrra en hér einmitt leikmaður sem lék með Val í fyrra og það Jón Grétar Jónsson og hann hefur lagt upp ófá mörk fyrir KA í sumar en ekki verið mjög svo iðinn við að skora sjálfur. Það hefur hins vegar Antoni Karl fyrrum félagi hans í yngri flokkum Vals verið duglegur við hefur skorað 8 mörk og varð markahæstur KA-manna. Þorsteinn Bjarnason, gamalreyndur markvörður þeirra Keflvíkinga, kom þarna vel út á móti og þarna Ormar Örlygsson kominn í ágætt skotfæri en skaut beint í Bjarna Jónsson samherja sinn og það hefði verið fróðlegt að sjá hvar knötturinn hefði hafnað hefði Bjarni Jónsson ekki verið fyrir þarna. Nú þá komið að Keflvíkingum að sækja, Ingvar Guðmundsson með sendingu á Jóhann Júlíusson. Og þarna ágætt skot hjá Jóni Sveinssyni en það var rok, eins og við sunnamenn köllum það, sem setti mikinn svip á leikinn og dálítið erfitt að hemja knöttinn og hérna kemur skot sem virðist fast þess að byrja með en það orðið laflaust þegar það í höndunum á Hauki Bragasyni markverði KA. Það Jón Grétar, hann kýs að skjóta markið hér, plataði KA-menn Keflvíkinga dálítið þarna því að það stemdi allt í ágætt þríhyrningaspil hjá honum og Antoni Karl Gregory. Sjáum þetta hér aftur, Antoni Karl stingur knettinum inn á Jón og það eins og Jón ætla að gefa en hann leikur til vinstri og ákveður reyna skot sjálfur og Þorsteinn Bjarnason gerir vel í að verja þetta skot. Gauti Laxdal með hornspyrnu og þarna breytti knötturinn stefnu á markteig. Þorsteinn Bjarnason rétt náði að slæma hendi í knöttinu og aftur fyrir og enn fá KA-menn hornspyrnu. Þetta eitt af þessum lúmsku marktækifærum. Sáum að knötturinn skoppaði illa, erfitt fyrir markverðin að sjá við þessu en Þorsteinn Bjarnason gerði það með sóma. Og þá Óli Þór Magnússon fyrir Keflavík. Var ekki íkja mikið á honum í þessum leik og skyndilega eru Keflvíkingar komnir í ágætt færi og hér kemur hörkuskot í samskeytin hjá KA-mönnum og þarna voru norðamenn heppnir að fá ekki á sig mark því að Haukur Bragason hefði nú sennilega ekki átt möguleika á að verja hefði knötturinn verið aðeins innar. Þrumuskot og beint í samskeytin. En KA-menn ná að bæja hættunu frá og það hefur verið talað í blöðum fyrir þennan leik og Jón Þórðarsson þjálfari sagði að það er komið tími til að við KA-menn höfum heppnina með okkur. Þeir hafa mist unna leikinn niður í jafntefli að þeirra mati og kannski var þetta meistaraheppnin margumtalaða sem þarna var með KA-mönnum.
og staðan er ennþá 1-0 fyrir KA og Keflvíkingar reyna án afláts að jafna leikinn. Þeir vita það að þeir eru fallnir úr fyrstu deild niður í aðra deild, tapið þeir þessum leik. Þeir verða að jafna og það dugar ekkert annað fyrir þá en að senda alla menn í sóknina undir lok leiksins. Fá hér aukaspyrnu á hættulegum stað. Það er Óli Þór sem kemur út og tekur hana. Og KA-menn ná að hreinsa fram á völlin af Gauti Laxdal sem á stungusendingu hér á Jón Kristjánsson sem er fljótastur að átta sig. Þessi Íslandsmeistari Vals í handknattleik er hér með orðin Íslandsmeistari fyrir KA í knattspyrnu með þessu marki. Það gerðu allir KA-menn sér ljóst þarna eins og sjá má á tilþrifunum. Fagna ógurlega. Staðan orðin 2-0 og áhorfendur fylgdust að sjálfsögðu með Rás 2 í útvarpstækjum sínum og vissu hvað klukkan sló þegar hér var komið við sögu. Allt í óefni hjá FH-ingum í Hafnarfirði á móti neðsta liðinu Fylki en í Keflavík gekk KA-mönnum allt í haginn. Steingrímur Birgisson misti þarna knöttinn klaufalega frá sér og þar kemur Halldór Halldórsson og er bjargvættur KA-manna að þessu sinni. Knötturinn alveg við það að fara yfir marklínuna og ef ekki að segja að þetta hafi bara verið meistaraheppni ásamt ágætri frammistöðu hjá Halldóri Halldórsinni öðru sinni. Þannig að Keflvíkingar voru mjög nálægt í að minnka muninn strax aftur og nú skulum við skoða aðdragandann að marki Jóns Kristjánssonar aftur. Það er Gauti Laxdal sem hefur betur í samskiptum sínum við tvo Keflvíkinga og það er aðeins Jóhann Júlíusson að því að mér sýnist sem var til varnar hérna hjá Keflavík. Jón Kristjánsson fljótur að átta sig og skorar. Annað mark KA innsiglar sigur KA-manna í Keflavík. Það Keflvíkingar héldu áfram að sækja auðvitað. Eðlilegt að KA-menn drógu sig aðeins aftar á völlinn. Þeir léku reyndar aftarlega og undir pressu allan síðari hálfleik og nú er verið að flýta sér. Jón Sveinsson hér að taka hornspyrnu en hér er flautað til leiksloka og það eru KA-menn sem tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn í knattspyrnu árið 1989 í fyrsta sinn og þeir eru fyrstir Akureyringa til þess að tryggja sér þennan titil. Eitthvað að draga til tíðinda hér í Keflavík. Það er væntanlegt að Ellert sé að koma hér með bikarinn, Íslandsbikarinn og svona áhorfendur, þessi stuðningsmenn sem hafa fylgt KA-liðinu svo mikið og svo dyggilega og hafa hvatt sína menn í dag svona með húrrahrópum og hrópað fyrir þeim. Þeir eru hér fyrir utan félagsheimili hjá þeim Keflvíkingum og bíða eftir því að þetta fari allt saman að skýrast, hvernig þetta gangi. Og þá halda þeir af stað hér Stefán, formaður knattspyrnudeildarinnar hjá KA og Guðjón Þórðarsson. Þeir hlaupa hér áfram og síðan var búið að biðja það að bikarinn yrði afhentur inn á knattspyrnuvellinum eins og vera ber. Og við látum aðeins myndina tala meðan við áttum okkur á því sem er að gerast hér. Æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dál. Já, og hér er þessi stykki hópur Akureyringa og stuðningsmanna KA-liðsins kominn inn í vítateiginn hjá Keflvíkingum. Úr þessum vítateig skoruðu þeir 1 mark í dag
og tryggðu þar með liði sínu Íslandsmeistaratitilinn. Gendar gerðu þeir 2 og við svona erum að sjá þetta frá kannski ekki sérlega góðu sjónarhorni, en það er þröng á þingi. Vonandi að þeir sem eru með útvarpstæki við hendina geti stillt inn á Rás 2 því að okkar ágæti tæknimaður þar, Vigfús Ingvarsson, er kominn inn í þvöguna og þá fáum við væntanlega að heyra nákvæmlega hvað Ellert B. Schram, formaður Knattspyrnusambands Íslands, segir við þessa skemmtilegu athöfn og lokin á einu skemmtilegasta Íslandsmóti sem fram hefur farið. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur. Já, Í hópinn þarna þar sem verið er að afhenda verðlaunin og sjá hvort við fáum ekki bikarinn svona í áttina að okkur hérna, þannig að sé þetta sýna fólki hvar bikarinn er og hvernig hann lítur út og svo framvegis, og við fylgjumst með þessari athöfn tíma. áfram KM-menn. Æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt og látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Og hér sjáum við hvar KM-menn eru að hlaupa íþróttavöllinn með þennan glæsilega Íslandsbikar í beinútsendingu hérna hjá okkur, og þeir eru á leiðinni upp í íþróttahús og eftir rækilegan sigur á Íslandsmótinu og geta verið kappakáttir, og einnig þeir áhorfendur sem að hér eru að fylgjast með þessum leik og hafa fylgst með bæði þessum leik og framgöngu KA-liðsins. Og hér erum við búin að ná sigurvegarunum í fyrstu deild í karlaflokki, nokkrum úr þeim vaska hópi sem stendur að baki þessum sigri Akureyrarliðsins KA. Og kannski fyrst að spyrja fyrirliðan, hvernig tilfinning var að heyra lokaflautið í dag? Hún var óneitanlega góð, þetta var búið að vera smá pressa á okkur hann undir lokin og við vissum í sjálfu sér ekkert hvernig hafði farið á öðrum stöðum, þannig að þetta, þegar áhorfendurnir kom inn á þá áttaði með sig á því og þetta var mjög gott tilfinning. En þið sáu það þegar ykkar fólk hér á áhorfendastaðnum reis upp þegar fréttist að það var búið að skora annar stað, sérstaklega í Hafnarfirðinum? Já, og við vissum nú reyndar ekkert samt hvernig staðan hefði verið og við reyndum helst ekkert að hugsa um það bara.
En hvernig var fyrir Þorvald Örlygsson að vera fyrir utan völlinn, maðurinn sem hefur gegnt eina af lykilhlutverkunum í liðinu í sumar og horfa síðan á félagana í þessari miklu baráttu í dag? Það var frekar stressaður en maður treysti strákunum, þetta voru gerða vel í dag. En maður leist nú ekkert á blíkuna þegar það var 1-0 fyrir F og 0-0 hérna en síðan rættist úr svo það minnkaði stressið. Það hefði verið Til að mönnum. Nóg til að mönnum, já. Það hefði verið gaman að vera inn á að takla og djöflast. Já, það hefði verið gaman að setja 1 eða 2 í dag. Það hefði verið gaman í dag. Það er gaman hjá Stefáni líka sem búinn að standa bak við þetta lið alveg svo klettur í mörg ár. Já, þetta er ónættilega mjög gaman. Og við erum náttúrulega mjög hressir í dag og ánægðir með bæði okkar lið, þjálfara og stuðningsmenn og þannig að ég hugsa að við tökum þetta upp sem hálfgerða þjóðhátíðardag þennan dagsetningu 16. september við KFM. 16. september, en hvernig er það? Það er náttúrulega ástæða til þess að senda þessum diggu stuðningsmönnum sem þið eigið heima á Akureyri kveðjur úr því að tækifærið er hér í beinni útsendingu hjá okkur í sjónvarpinu. Já, ég held það. Ég held að við séum allir sammála um það að þeir hafa stutt geysilega vel við bakið á okkur. Ég vona að þeir hafi heyrt kveðjurnar sem við sendum núna í Ríkisútvarpið í dag til þeirra allra og ég vil líka senda fylkismönnum kveðjum með það hvað þeir stóðu sér vel og ég vottaði jafnvel saman mín að þeim og Keflvíkingum að hafa dottið niður og ég vil þakka Keflvíkingum fyrir þennan leik því þetta var drengilega leikur og við erfiðar aðstæður og allir stóðu sér vel. Þorvaldur, það hlýtur að verða söknur ef þú þarft að yfirgefa þetta lið næsta ár og heldur á vit atvinnumennskunnar eins og svona staðin er í dag. Já, það verður vissulega mikil söknuður og það er náttúrulega mjög gaman að enda á Íslandsmeistaratitli og þá er það náttúrulega hlýnar mann aðeins hjartarætur en það verður mikil söknuður að geta ekki verið í baráttunni með liðinu næsta ári og verja titilinn að ári og með þessum sama mannskap en það er fullt af strákum að koma upp og mannskapurinn er stór og það kemur maður í mannstað. Erlingur, ég hafði nokkur orð á því í lýsingunni hér að það væri erfitt að spila fótbolta við þessar aðstæður eins og fólk getur nú séð það er norðan kuldinni, það er norðan á Akureyri allaveg og ennþá norðan sem leikur okkur hér. Hvernig var að vera á vellinum í þessu kalsa veðri hér? Maður reynir nú að gleyma því, manni voruð svolítið kalt á tíma og auðvitað er alltaf erfitt að spila í svona háa roki en það þýðir ekkert annað en að bíta jöklinn og reyna að gera það best úr því. Nú við ætlum að óska ykkur til hamingju ykkur þremur sem við höfum rætt við. Ég ætla að ná hér í Guðjón Þórðarson, þjálfari liðsins og þið farið Ellert á leiðinni með bikarinn, Íslandsbikarinn og við reynum vonandi að fá það hérna út svo við getum sýnt þetta norður í land til ykkar stuðningsmanna. Takk ykkur fyrir og Guðjón, þetta er stór stund í þínu lífi. Já, óneitanlega, þetta er stór stund og alveg dásamlega. Þetta er eiginlega ótrúlega tilfinning. Maður hefur oft unnið titil en þetta er held ég eitt af því skemmtilegasta sem við tekið þátt í. Ég spurði þig að vísa áðan að því hvernig það væri, hvort það væri munur á því eins og þú hefur lent í að verða Íslandsmeistari sem leikmaður, sem harðskeyttur bakvörður, annars vegar og svo hins vegar sem svona herforingi og stjórnandi í liði fyrir utan völlinn. Já, það er mikill munur og það reynir óneitanlega mikið á taugakerfið þegar maður situr oft fyrir utan og getur lítinn þátt tekið í leiknum og óneitanlega fannst mér kannski aksjónin er allt önnur að vera inn á að fá að tækla og tætast í málunum og berjast sem leikmaður og það er allt annað þáttur. Þarna situr maður einn fyrir utan og er búinn að leggja fyrir það sem maður ætlar að leggja fyrir og að ganga út frá og svo getur maður nánast lítið meira gert annað en bara að bíða og treysta drengjónum sínum. Hvernig fannst þér þessi drengir þínir í þessum leik í dag? Mér fannst þeir nú miðað við allar þær aðstæður sem hér eru, blautur og þungur völlur og hræðilegt rok að þá fannst mér þeir nú standa sig vel. Við fengum nokkuð færi sem við höfum getað skorað úr en 2 mörk og sigur, það er ekkert betra, það er alveg nóg. En þegar að svona hjartslátturinn aðeins hægist og þú horfir tilbaka eftir þetta glæsilega sumar hjá ykkur í knattspyrnunni, hvert er þitt svona mat á framgangi liðsins? Það er nú erfitt að meta heildarliðið sem slíkt en það sem er alveg ljóst og það er það að þessi hópur er geysilega sterkur og hann er þokkalega þjálfaður, ég vona það allavega. Og við reynum að spila agaðan leik. Við erum búin að skora 29 mörk og fá á okkur 14 eða hvað það er, 15 mörk reyndar, sem segir kannski svona meira styrkleika liðsins heldur en hvað annað. Ég held að fá lið hafi skapað sér jafn mörg færi og við höfum gert í gegnum sumarið, þó við höfum því miður ekki nýtt öll saman. En yfir höfuð þá er liðið orðið heilsteypt og sterkt og við sýndum í dag til dæmis það sem að margir héldu að við myndum koksa á og það var það að við spiluðum án Þorvaldar sem er sennilega ekki bara eitt sterkasti leikmaður KA heldur í dag landsins alls og við sýndum það samt að við vorum sterkara liðið og spiluðum styrk. Þá kemur stóra spurningin í lokin sem þú getur ímyndaði hver er. Verður Guðjón Þórðarson þjálfari KA-liðsins á næsta sumar? Það getur enginn svarað, það á eftir að ganga frá öllum þeim málum og það verður bara framtíðin að
sker úr hvað verður, hvert hlutskipti manns verður, hvað maður verður staddur. Það veit enginn. Það ýmislegt sem þar spilar inn í, en það væri sannarlega erfitt fyrir það að yfirgefa strákana þín eins og þú kallar það í þeirri stöðu þegar þú ert búinn að tryggja þeim titilinn og mikil stemning á Akureyri, ef svo færi. Já, það óneitanlega, en þetta er nú bara eins og lífið er. Það verður bara að takast á við það hvert hlutskipti mann er og það verður bara að hafa sinn gang og það veit enginn hvað býður manns, en maður tekst bara á við það verkefni sem verður manns hlutskipti árið komandi. En ég reikna nú með því að það verður nú ansi margir á norður Akureyri og ýmsum öðrum stöðum sem standaði baki á KA-liðinu sem segi það kemur ekki til mála annað heldur en að Guðjón verði þjálfari áfram. Þannig að það verður örugglega eins og við kallum í fótboltanum pressa á þér á öllum stöðum, væntanlega. En þú svona ætlar að skoða málin og sjá hvernig gengur. Já, þetta bara skýrist allt í rólegheitunum. Við öndum í gegnum nefið og látum okkur líða vel, klárum sigurvímun og svo sjáum við til. Gerum það, sjáum svo til, þakka þér kærlega fyrir Guðjón Þórðarson og til hamingju með þennan glæsilega titil. Þakka þér fyrir. Já. Já, við förum beint yfir í stöðuna í fyrstu deild og hér er breitt strik undir KA-mönnum í efsta sæti. Þeir eru með 34 stig og skoruðu 29 mörk, fengu á sig 15. Þetta er sannlega glæsileg markatala hjá þeim og þeir eru verðskuldaðir Íslandsmeistarar.